Í dæmi 13 eigi að klára þessa tíðnitöflu. Vandamálið hér er að tíðnitöflunar allar eru ekki gefnar upp og við höfum eingöngu hluta af safntíðninni gefna upp. Ég myndi þá mæla með því að þið mynduð klára þessa hérna reiti fyrst. Og út frá þessu, við erum með safntíðni hérna upp á 88 og tíðni hérna upp á 10. Og eins og við höfum reiknað áður safntíðni, myndum við halda því áfram. Þessi tala er þá jafnt og þessi plús þessi hérna fyrir ofan. Svona, við sjáum að hérna bætist 10 við. Og við skulum gera það sama hérna fyrir neðan og drögum það bara niður í þann reit. Svona. Og það sem okkur hefur verið gefið er að síðasta talan í safntíðninni er ávallt svo sama og heildartala tíðninnar. Þannig að við getum bara að gefa okkur að hér sé 100. Svona. En við sjáum líka að safntíðni hérna, vissulega safnast upp út frá þessum tölum sem eru hér. Þannig að þessi tala ætti að segja okkur sem sagt munin á þessari og þessari. Við gætum þá farið þá leið að gera bara jafnt og þessi hérna mínus þessi. Og við myndum þá gera það sama hérna alveg upp. Ég ætla ekki að taka síðustu því að þá fer hún að taka hérna gráa reitin sem inniheldur safn F. Ég ætla að fara hingað bara. Og þetta segir mér akkurat það sem ég leita eftir. Og þessi tala er alltaf svo sama. Þessi er alltaf jafnt og þessi. Svona. Og kannski venja okkur á að hafa þetta bara svona. En núna ætlum við að finna hlutfallstíðnina. Og hlutfallstíðnin, hún er þá hluti hverrar og einnar tíðni hérna af heildartíðninni. Hún klára það. Þessi tala hérna deilt með þessari. En áður en ég ýti nú á enter, þá ætla ég að festa gildi á þessari tölu, þannig ég geti dregið niður hérna fyrir rest. Þannig ég fer hérna á milli og set dollarmerki og er þá búin að festa gildið fyrir þessa tölu. Og ég get þá dregið niður, svona, lagt þetta saman og fæ þá út 1. Og eins og áður, það finnst mér nú skemmtilega að sjá þetta í prósentum og ágætt að hafa 2 aukastafi. Safnhlutfallstíðnin virkar sem þetta alveg eins og safntíðnin og við skulum bara ganga út frá því. Þessi tala er þá alltaf svo sama og þessi hér. Næsta tala er þá þessi hér plús þessi hérna fyrir ofan. Svona. Og ef ég gerir þetta svona, þá get ég dregið niður frá þessari, hingað, og ef þessi er svo sama, þá er nú að gera rétt. Nákvæmlega eins og þessi hér er svo sama. En svo er spurt hérna, hvað eru margir nemendur í þessum skóla? Hérna erum við með aldur nemendana og hérna erum við með fjölda nemenda á bakvið hvern og einn aldur. Þannig að ef þetta er fjöldi á bakvið hvern aldur, en þetta er síðan heildarfjöldi, þá ætti þetta að segja ykkur heildarfjöldan. Svona.